æðislegt að fá þig heimsókn aftur. Takk, bara alltaf gott að koma. Ekki? Jú. Hvernig leggst árið í Guðna? Það leggst mjög vel í mig. Og kannski gott að byrja á því að það gríðarlega mikil orka sem að á ferðinni, að það eru breytingar og útvíkanir. Og það sem við þurfum þurfum, það ekki kannski orðalagi sem ég vil nota, það sem ég að hvetja okkur til að gera, að veita því athygli sem við viljum, en ekki því sem við viljum ekki. Við vitum að það kerfin að hrynja og við vitum að það ýmislegt sem að í hvað ég að segja, óreið. Alveg saman hvort við horfum á stjórnmál eða heimsmál eða hvað við erum að horfa á heilbrigðismál, ef heilbrigðismál hægt að kalla kennslu eða menntamál. Það gríðarleg upplausn og óreiða í gangi. Og það ekkert vandamál eða það ekkert flókið að gagnrýna. En það engin ávinningur í því. Engin. Góða punktur. Þannig að það sem við getum gert að velta í fyrir okkur. Hvað getum við gert? Hvert og eitt okkar? Og svo þeir alltaf að taka til heima hjá okkur. Hárrétt. Ég saði áður við byrjuðum, ég var hjá syniðinum 1. janúar. Já. Og þá kom svo, við vorum með smá aðtöfn, hópur af fólki, og þá kom svo sterkt til mín einmitt, ég veit ekki hvort að segja, 1. janúar 2026, og maður náttúrulega aðeins kannski búin talandi hvað heilin öflugur í að það sem mann setur athygli á, og ég var aðeins einhvern veginn búin að vera að skoða stjörnuspekina og að það væru einmitt, og þá kom svo rosalega sterkt til mín að núna væru við bara að koma á tíma þar sem allir þurfa að fæja sinn spegil, að því það alltaf verða meira svona gegnsætt, transparent. Já. Og aðrir geta ekki lengur haldið á þínu vandamál. Þú þarf bara að eiga við þau sjálfur og vinna þína sjálfsvinn. Já, það svona eins og þú segir gegnsætt, transparent, að það talað að filman á milli vita sé að þynnast svo mikið. Akkurat. Þannig að við erum að koma, það næmnin sem að við höfum okkur staðið búið lengi. Hún verður áþreifanlegri og filterinn varnirna sem við höfum verið að beita til þess að skynja ekki heldur lifa í heila og hug í staðin fyrir vitund og veru að þetta alltaf að þynnast og við komumst mikið undan mikið lengur. Góðu punktur. Ég tengi mikið við þetta að það sé einhvern veginn aðgangurinn að þessu að verða auðveldari. Já, við erum svona, það talað að það vakningin til vitundar finnst sásökinu og nógu hávær og við erum orðin svolítið aðkreft í hegðun okkar. Við erum búin að með neyslu fjarveru, með ánetjunum, erum við búin að meira og minna að ýta okkur út í horn. Þannig að við erum orðin aðþrengd mörg hver og þegar maður er aðþrengdur þá koma tækifæri til að horfast í augu við hegðunina að það ekkert að okkur annað en hegðunin. Þannig að þegar við erum tilbúin horfast í augu við hegðunina, hvernig við erum að alveg hvort að þjást eða gleðjast, það er engin að meiða þig nema þú, það er engin að skemmta þig nema þú. Veistu, ef við erum tilbúin til að átta okkur á þessu, að það náttúrulega nýtt upphaf. Já. Þú ert ekki lengur þræll eða fíkill eða gísl í ein hugaburði. Ég erum að hugsa, ég nýbúin að setja í lofti viðtal við hann Tolla Mortens og við vorum mikið að tala einmitt fíkn og áföll og einmitt hvernig samfélagið horfir á það og annað. En þá var einmitt eitt sem kom til mín var að við búum oftast til fíknimunstur af því í grunninn langar okkur bara að líða vel og okkur langar að vera í eitthvað konar núvitund og það sem fólk upplifir oft þegar það dettur í það í fyrsta skipti allt í einu fara allar hömlur og þú ert bara í stað og stund eða þess vegna einhver sterkari fíkniefni. Þannig í raun og veru ekkert óeðlilegt að þú sækir í þetta ástand en síðan að þú ferð í grunn þá fyrir að skoða þú varst að flýja eitthvað innra ástand af því það var of óþægilegt eins og þú segir stundum að vera í þinni eigin nærveru. En svo því lengra sem áráttukennda hegðunin sem við köllum oft fíknimunstur heldur áfram, því meira hún orðin í raun og veru miklu meira vandamál heldur en það sem þú varst að flýja upphaflega, af því það eina sem það þurfti var að þú getur setið með óþægindum. Já, og þú segir óþægindi.
Sko, ég kalla þetta svona úlingaveikina því að þetta er þráhyggja, hugsýki sem að við komumst mjög undan og þegar við erum að flýja okkar tilvist og talandum orðið návist, þú sagði nærveru á þann sem er mjög fallegt, nærvera er miklu sterkari heldur návist og ef við horfum á orðið ná sem er hérna dauði og vist við þetta andlát sem á sér stað þegar við höfnum okkur í þráhyggjunni að því að einhver hluta vegna þá hefur samtímum kent okkur að við séum ekki nógu góð. Við erum öll í sjálfsög í samanburði og þegar þráhyggjur og úlingaveikin kemur inn í þetta og þegar við getum ekki staðsett okkur, byrjum að hafna okkur fyrir hönd annara að því að við upplifum það að aðri sjá okkur eins og við sjáum okkur sem er út frá neikvæðu skemmtu viðhorfi að þá förum við á flótta. Og þá kemur spurningin hvers konar flótta förum við á, er það matur, er það fíkniefni, er það áfengi, er það kynlíf, hvað er það? En alveg sama hvað þú notar þá er það samt fjarvera, það er ekki vera. Fjarvera þú að afneita, flýja þína birtingu að því að þú þolir ekki við í eigin návist. Og svo eru sumir sem að framkalla það mikinn sársauka að þeir eigingar kosta völin og horfast í augu við hvar eru stattir en aðrir geta svona það sem ég kalla meðalmenn og dóla í vandræðunum í talsverðan tíma þangað til að þeir eðilgja sambandið sitt, hjónabandið, verða gjaldþrota eða veikir. Spurningin er hvað þarf til þess að við séum tilbúinir til að breytum hegðun, breytum viðhorf gagnvart okkar eigin birtingu. Akkurat og ég myndi að hugsa, ég hef einmitt í gegnum tolla hef ég kynst fólki sem að fór bara það langt í fíkn og þú veist komið í fangelsi og eitthvað, það var ekkert, þú getur ekki lengur látið eins og ekkert sé, þetta er orðið það augljóst. Þá færð, og sumir af þessum einstaklingum hafa náð að taka lífið sitt þannig í gegn, að þú finnur það að þeir eru miklu meira til staðar heldur en meðalmanneskjan sem er kannski að eigin mati ekkert að díla við neina fíkn, að því hennar fíkn er þannig að hún getur látið þetta virka áfram, að því hún heldur vinnunni, hún er ennþá með tekjur og allt þetta. Og þá longaði með sko að því þú hefur nú talað um David Hawkins, að þegar ég fór að spá aðeins í sko Power vs. Force og tíðniskalinn, þá hugsaði ég sko, er Ísland svolítið þarna svona, þú veist, nógu hátt á tíðniskalunum til þess að við erum svolítið föst í sko stolti, en þetta er alltaf að virka. Ég er bara með Tesluna mín og ég á fínt hús og það er bara alltaf góðu hjá mér, en við erum samt í bullandi streitu, fjarveru og öllu þessu. Sko, já, að því að sko það er ekki til neitt sem er vont eða slæmt, það er ekki rétt eða rangt. Spurningin er hvaða verkfærum beitum við. Aðeins áður ég held árum út í þetta, þá var ég að tala við skjólstæðing í gær og hann er upplifað Jesús tvisvar mjög sterkt, það sé að trúna og í fyrra skipti var það þegar hann sjálfur varð handtekinn og settur í tukthús og í seinna skipti þegar bróðir hans var að deyja úr AIDS og þannig að hann á þessum tíma þá í báðum þessum tilfellum að þá var trúin honum bjargvættur og hann fann sig í trúnni. Síðan heldur hann áfram út í lífið og hann gleymir sér og leið gleymir hann trúnni, hann afneitar hann ekki en hann hleypir hann ekki inn í lífsitt. Nú er hann á 3. tímamótum sínum þar sem að hann stendur frammi fyrir því að hann á eiginlega lengra að kosta völ en að opna hjarta sitt og hleypa ljósin að sér. Þannig að spurningin er hvað það maður að gera þetta oft til þess að átta sig. Að við erum að tala um tíðnisskalan og hvað við erum. Við erum að fá og höfum efniskjörn tækifæri til þess að skaða okkur, meiða okkur, ganga frá okkur eins og okkur sýnist, þanga til að við gefumst upp og horfumst í augu við að það er hegðun okkar ánetjunin gagnvart fjarverunni í þessum ýmsu myndum. Það er ekkert annað en ánetjun að vera í skuldum, það er ekkert annað en ánetjun að standa ekki undir afborgunum ánæglega því að það er svo mikil útgjöld og innkoman ekki nóg. Og núna til dæmis eins og með fjölskyldur þar sem eru 2-3 börn og úlingsaldri, hugsaðu þeir bara andvirði símana sem þeir að kaupa. Akkurat. Þetta er spennan, pressan, álagið er svo mikið og svo finnum við leiðir til að fjármagna þetta. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.